Við viljum að setja okkur í samband við sveitarfélagið Ölfus. Það Þorlákshöfn. Og það vinkona mín, hún Barbara Guðnadóttir. Blessuð og sæl. Með sæl og blessaður. Hvað segir þau í dag? Heyru, ég segi bara ljómandi fínt. Mikið að gera? Já, það svona verið að sýsla hitt og þetta. Svona eins og gengur og gerist? Það er ofan, það þarf að fara að tendin eitthvað fyrir 4 árs að gera næsta árs og svona. Já. Það þarf að gera þá hluti líka. Jú, svona skemmtilegt. Já, annars bara allt voðalega fínt að frétta. Það er ennþá svolítið mikið snjór yfir öllu hérna. Ég veit ekki hvernig það er hjá ykkur og Selfossi. Mig grunar að það sé eitthvað minna hvítt hjá ykkur núna. Já, það er nú ekkert mikið. Hérna er reyndar voru einhver krakkar að fara á hjólum í skólan og svona en það er alveg einhver hálka. Það er náttúrulega kaldara við sjóinn. Já, stundum gerist það. Já. En þetta er búið að vera yndislegt veður samt, þó að það sé búin að vera snjór og hálka. Algjörlega, fallegt veður. Og ég veit að ferðamennirnir eru búin að vera að nota þetta. Ég er búin að vera að sjá rútur koma með ferðamenn sem eru að skoða norðurljósin. Já. Það er eitthvað sem er voða mikið vinsælt. Þetta er að koma svolítið sterkt inn núna og það er svona aðeins verið að keyra á, eins og hefur verið gert síðustu ár, að keyra á norðurljósum. Já. Mér finnst alveg frábær viðbót við allt hitt og lengi náttúrulega ferðamannatíman og það er gaman að sjá rúturnar, maður gleymir stundum að því að nú er ég að fara svolítið oft seint á kvöldin á milli fyrir bæinn og svo heim og svo sér maður ljós einhvers staðar út á Víðavangi, þá er það náttúrulega rúturnar sem standa einhvers staðar eins og við Raufarhólshelli eða einhvers staðar nálægt vegi. Já. Þetta vekur mikla lukku hjá ferðamönnum. Já, en það er búið að vera æðislegt við, svo fallegt viður. Já. Ég verð að spyrja út í síðustu helgi, síðasta laugardag. Já, magnaði tónleikar. Var það ekki? Ég held að sé bara allir ennþá í skíjónum yfir hvernig til tókst og hvað þetta var frábært. Komst á tónleikana? Nei, ég ætla að koma, svo bara eins og við höfum komið inn og það er mikið að gera hjá öllum. Já, jú. Það er ekki alltaf hægt að vera alltaf. Ég er bara að trúa fyrir því að ég komst ekki heldur á tónleikana en allt mitt fólk fór. Og mér finnst samt eins og ég hafi verið þarna. Ég er búin að sjá svo margar flottar myndir og lýsingarnar. Þetta voru gæsahúða tónleikar. Þetta eru tónleikarnir sem allir eiga eftir að tala í langan tíma. Það var fullt hús. Íþróttahúsið var bara eins og flottasta tónleikahöll. Og það voru svo margir á sviði og allir svo jákvæðir og stemningin ólýsanleg maður og spilamennskan alveg frábær. Já, það er einmitt það sem ég heyrði og hef einmitt séð á myndum að umgjörðin allt í kringum þetta var alveg stórkostlegt og stemningin á sviðinu og það var svo mikil gleði í hópnum. Já, og sérstaklega maður hugsa til þess, þarna var ekki verið að það er ekki þetta kaupa allt saman og hafa þetta flott vind. Þetta er bara rosaleg vinna, fullt af fólki sem koma að þessu og allt enni sjálfbóðstarfi, það gefur þessu svona auki gildi. Og svo var náttúrulega verið að skemmta sér eftir tónleikana og svo er það alltaf fasti liður á þessum lúðrasveitamótum að það er landsmóti lúðrasveita, það farið í skrúðgöngu miðjanótt og það var að sjálfsögðu gert. Já, ég heyrði af nokkurum sem vöknuðu við nokkuð margar lúðra. Já, heilmikið. Þetta var mikill hávaði en svona voru allir svo glaðir og kátir að það var bara fólk fór bara fram úr og reynda að njóta. Já, stemninga bak við þetta. Já, bara flott og kona í bænum sem bauð bara öllum upp á heitt kakó og eitthvað með því á nóttina? Já, frábært. Alveg meiri háttar. Þannig að Lúðrasveit Þorlákshafnar má fá hrós fyrir að skipuleggja glæsilega hátíð? Já, algjörlega. Þetta er bara enn rósin í nappagatti hjá Lúðrasveitinni. Já. Alveg ótrúlegt hvað þau hafa mikla orku til þess að standa í svona stórum hlutum, en auðvitað fá þau heilmikið í staðinn. Jú. Ég varst ekki það. En þegar áhugin er svona mikill þá kemst fólk yfir ýmislegt, sko? Já, akkurat. Og bara býðum að spenntur eftir hvað þau taka sér fyrir hendina. Já, ég þykist vitað að þau munu koma fram á jólatónleikum. Jú, ég held að það sé alveg búið að bóka þau í það.
Þannig að svo fylgist maður bara með þeim og svo verða þau náttúrulega hérna þegar við tendrum ljósa á hérna jólatrénu fyrsta sunnudag í aðventu og svona þessum föstu liðum. Já, það fyrir nú að líða því. Já. Þetta líður hratt. Tími líður alveg ótrúlega hratt. En það alveg, hér sko, það ekki bara lúðrasveitin sem er hérna öflug, heldur eru hérna önnur félög á sviði menningarmála eins og leikfélagið hérna búið að vera að æfa alveg á fullu núna síðustu vikurnar og ég held að sé hérna í næstu viku sem ætla að frumsýna nýtt leikrit. Já. Hérna í Þorlákshöfn í Ráðhúsinu, þannig að það líka svona kraftmikið fólk og svo þetta svo merkilegt. Sumt af þessu fólki að báðum stöðum. Það eru margir sem það er eins og fólk hafi bara ótrúlega mikla orku, getur bara tekið að sér hinn ýmsu verkefni. Já. Hvaða leikrit þetta segirðu sem? Þau ætla að setja sig makalausa sambúð. Já. Það skemmtilegt leikverk. Já, eftir leikstjórinn hérna Eyja Pegin Guðmundur, Lúðvík. Jú, nákvæmlega. Hann var einmitt í spjalli ekkert svo fyrir löngu og sagði okkur allt þetta. Já, þetta eftir, ég kíkja hérna, þetta eftir Níl Sæmon leikritið. Já. En við erum með blað hérna í Þorlákshöfn, mér langaði aðeins að segja frá því, sem heitir Bæjarlíf og svona fyrir ölfusinga og þar eru ýmsir sem skrifa svona einhverja fasta pistla og meðal annars hún Guðrún Sigriks í hérna skólanum, hún kennar þar, hún skrifar svona pistla sem hún nefnir skólalíf. Og það hún að segja frá því sem svona helst á döfinni í skólanum og segja frá, það voru náttúrulega samræmdu prófin fyrir ekki svo lengur síðan í grunnskólanum og það voru ýmsa raddir, gagnrýnisraddir sem heyrðust. Nú? Að þetta, varst ekkert að fylgjast með því. Náðu því ekki því miður? Nei, en það var verið að gagnrýna samræmdu prófin fyrir það að þau væri ekki takt við kannski hvernig kennslu háttaði í skólum í dag væri verið að fjalla hana sérstaklega varðandi íslensku að þarna væri ekki verið að leitast við að gera efnið kannski bæði aðgengilegt og spennandi og skemmtilegt og svona ýmsir sem að telja samræmdu prófin séu svolítið svona barn síns tíma sem að mætti alveg kannski endurskoða eitthvað en það sem að mér fannst gaman að lesa í þessu hjá henni er að út af þessum gagnrýnisröddum þá ákváðu að spjalla aðeins við nemendur eftir prófin og svona heyra í þeim hvernig þeim fannst. Og hún nefnir það að það sem kom skemmtilega óvart var að börn í 4. og 7. bekk þeim fannst gaman að fara í flestum fannst þetta bara skemmtilegt. Að fara í prófin? Já. Töluðum að það hefði verið skemmtilegt að taka prófin. Mér finnst það alveg rosalega hlýtur að vera mikið hrós fyrir kennarana og skólan. Já, algjörlega. Að ná einhvern veginn að búa til í staðin fyrir að þau sé eitthvað stressuð og kvíðin og svona, þetta sé bara eitthvað skemmtilegt. Já, þetta átt að vera þannig. Smá verkefni að takast á við. Þannig að það var gaman að lesa svona hluti, eitthvað svona jákvætt. Já, nákvæmlega. Eitthvað svona meira úr blaðinu? Meira úr þessu blaði? Já. Ég get bara sagt þér af öðrum, við erum með annan svona ölfusmiðil hérna og það er netsíða sem heitir hafnafréttir.is. Þar hann heitir Davíð Þór sem tekur myndir, tveir sem eru með síðuna og skrifa ýmsa fréttir og flotta myndir og það er flott mynd af lýsistöngum sem eru komnir upp við höfnbryggjuna eða við höfnina á hafnasvæðinu og það er lýsir sem að reisa þessa tanka. Já. Þeir eru ég segi nú ekki að þessi flottir en þetta er svolítið svona það er rísahátt. Já. Og þarna verið að þetta eru 2 rísastóru tankar, þeir koma til með að rúma samanlagt 4.500 tonn af rálísi og þetta er náttúrulega svona uppbygging við höfnina sem að við erum náttúrulega alltaf ánað þegar eitthvað verið að byggja og gera meira á nýtt. Nákvæmlega. Efla starfsemina. Þetta er glæsilegt. En hvað með hérna þar sem að í Herjólfshúsinu, gamla góða í Þorlákshöfn. Já. Þar er nú aðeins búið að breyta til. Þar er nú af og til einhver sýning eða ekki? Sko, það er reyndar á sumrin, þá hefur húsinu verið breytt í svona hálfgerðan handverks og sveitamarkað. Einmitt.
og það var farið út í það, hérna voru samtök sem vildu kannski koma framfæri því handverki sem var verið að vinna hér og byggja upp ferðaþjónustu á staðnum. Já. Og þetta hús var náttúrulega, þegar eftir að Landeyjahöfn var farin að gegna þjóna sínu hlutverki, þá var náttúrulega þetta hús stóð brautt yfir sumarmánuðina. Já. Þannig að það eru 2 sumur sem að þarna hefur verið opið og mjög skemmtilegt. Það var verið að selja handverk og hérna fisk og svona vörur hérna á svæðinu og líka beint frá bíli. Og gekk vel? Gekk bara mjög vel, en svo þurfti að loka í lok september, það náttúrulega nú breytist svolítið, af því að mögulega kemur Herjólfur, þó hann sé ekki ennþá farin að siglinga, þá verður húsið að vera tiltækt ef það gerist. Já. Svo líka bara búið að minnka svo mikið ferðamannastraumur. Jú, hann aðeins búin að minnka. Já, þetta eru rútur miðjanótt. Já. Það er ekki hægt að vera, láta fólk standa og bíða nóttina til að taka móti ferðamönnum. Það var nú sérlega hægt. En það verður allavega ekki vetur. Nei, nákvæmlega. En þetta er mjög skemmtilegt að húsnæði fái ný hlutverk og þau séu, það er náttúrulega fer illa á því að hafa húsin bara auð og hérna engum til gags og miklu betra að þau séu, það sé eitthvað með verið þeim. Já, sammála því, maður að nýta svona hús. Já. Það er ýmislegt hægt. Eitthvað svona að lokum, Barbara? Já, heyrðu, mér langar kannski, þó að það sé ekki tengt hérna beint svæðinu mínu, þá langar mig til að hérna deila með ykkur að það eru tónleikar í Hveragerðiskirkju annað kvöld og það tengist raunin okkur öllum að því að kennarar í tónlistarskóla Árnesinga ætla að halda tónleika þar. Já. Og þetta eru hérna styrsta tónleikar fyrir blóðlækningadeild Landspítalans. Og ég held að það verið engin svikin að þeim tónleikum. Það er flott fólk og þetta eru náttúrulega kennara sem eru af öllu svæðinu hérna, allir í Árnessýslunni. Já. Þetta er glæsilegt, komið til skila. Heyrðu flott er. Barbara, takk fyrir þetta. Og svo heyrðu bara í næstu viku. Við gerum það. Það er bara öll gott þangað til. Sömuleiðis takk. Bless. Bless.